Komdu sæll kæri Vatnsberi. Hér eru spilin fyrir þig og við erum hérna að taka úr 4 mismunandi stokkum sem ég er búin að stokka og gera klára. Ég ætla að byrja á því að taka 2 efri spilin og kíkja síðan á 2 neðri á eftir. Ok, þá skulum við sjá hvað vill koma til þín, minn kæri Vatnsberi. Já, Vatnsberi minn góður. Fyrsta spilið er að segja þér að treysta. Hér er komin Hinduaguðinn Vishnu sem vinnur með fleiri indverskum guðum. Hann skapar jafnvægi þegar það er komið ójafnvægi á og veitir vernd og miskunn til allra. Afskaplega svona jákvæður og elskandi guð. Vishnu getur hjálpað þér með öryggistilfinningu, bæði í núinu og í framtíðinni. Og síðan er það bara að opna á ástina. Hjarta mitt er opið, stendur hér. Þetta segir mér það að ef til vill, kæri Vatnsberi, hefur átt erfitt með að treysta því að ástin sé örugg. Það er að segja, þú átt kannski einhverjar erfiða lífsreynsla að baki, þar sem að ástin hefur haft í för með sér særindi, kannski er einhver brotin sambönd í þínu lífi, sem hafa markað þig. Hér er verið að biðja þig að opna hjarta þitt fyrir ástinni á ný því að það er öruggt og þú færð hérna sérstakan verndarguð með þér í því til að sjá til þess að allt verði og gangi vel, allt verði gott. Hjarta siglir hérna til þín á opnum báti sem er svona minni með pínu á vikingabátana, miklu minni þó. Einhver víkingur er kannski á leiðinni til þín, hver veit. Allavega er hann með hjarta sem að logar. Þannig að hérna, það er kannski eitthvað sem að þú ert að hafa áhyggjur af. Þessari brennandi heitu ást. En ég fæ mikinn létti, bókstaflega, finn fyrir líkamlegum létti. Þegar ég er að segja þér þetta, sem segir mér bara það að þetta er eitthvað sem hefur hvílt virkilega þungt á þér. En þar hefur það, þannig að þér er óhætt. Nú skulum við kíkja á hin 2 spiliðin. Já, að fókusa á heilsuna. Þú geislar hérna af fegurð og orku og ert greinilega að hugsa heilsuna þína. Þér er umhugað að nærast vel, hvort sem að það er í gegnum fæðu, í gegnum það sem þú hlustar á, horfir á, fólki sem að þú umgengst. Þetta er bókstaflega bara það að hugsa vel sjálfan sig. Og það að hleypa ástinni inn í líf sitt er partur af því. Breytingar fylgja alltaf þegar maður tekur stórar ákvarðanir. Og ég ætla að lesa það sem stendur hérna bara beinþýða það. Þegar egóið sér loksins hversu klikkað það er að reyna að stjórna öllu, þá ertu komin að heilugum krossgötum í þroskaferliðinu. Það er að segja að þegar egóið þitt fattar að það er ekki hægt að stjórna öllu, þá ertu að taka stórt þroskaskref. Partur af því að loka hjartanu sínu eru þetta stjórnun. Og
það að treysta er partur af því að sleppa tökum, losa og hugsa bara sjálfa sig, draga að sér það sem er heilbrigt og gott. Það kom í öðrum lestri hérna áðan að það þetta með sko aðdráttaraflið, hvernig það virkar. Að því betur sem þú hugsar sjálfa þig og geislar frá þér jákvæðri orku, því meiri jákvæða orku dregur auðvitað til þín. Þannig að það eru jákvæða breytingar að koma svo lengi sem að þú leyfir þeim að koma og treystir því að allt fari vel. Þetta spil minnir mig líka á annað spil í tarotspilunum sem heitir Fíflið. Þetta sama orka. Að treysta því að Guð muni grípa þig og sjá það sem þarf að sjá . Þetta svona nokkurn veginn það. Kæri Vatnsberi, mér líst rosalega vel á þessi spil og ég vona svo sannarlega að þú leyfir ástinni að blómstra í lífið þínu aftur, því að eitthvað segir mér að það sé langt síðan það hefur verið. Mér langar að ráðleggja þér að pása þetta myndband, það er að segja stoppa það augnablik og leyfa innsæinu þínu að skoða spilin dálítið betur, bæði myndirnar og eins textan, og sjá hvaða skilaboð þú fær til þín, án þess að hlusta bara á lesturinn. Það oft mjög gott að fá bara sína eigin upplifun af myndunum, allavega nógu mikið af fallegum litum hérna, til þess að kalla fram eitthvað jákvætt og segja manni að eitthvað orkumikið og jákvætt í gangi. Þá held ég hafi þetta ekkert lengra, kæri Vatnsberi. Ég óska bara alls hins besta með þetta. Ljós og kærleikur.